Já, takk kærlega fyrir þetta. Við höfum núna 37 mínútur til þess að ræða fullveldis hugtakið og fullveldi Íslands í stóru samhengi. Meðal annars á grundvelli þessara innleggja frá Stefaníu og Bjarna. En líka höfum við með okkur Davíð Þór, Guðmund og Valgerði og ég ætla nú bara að byrja á því að biðja þau að svona bregðast aðeins við, hvort það sé eitthvað sem þau vilja bæta við og minna á að það er hægt að setja inn spurningar á Facebook-streymið. Ég hef ekki séð neitt ennþá og kannski starfsfólk hérna Alþjóðamálastofnunar hjálpi mér að vakta það. Og svo auðvitað þau sem eru hér í salnum, ykkur er frjálst að bera spurningar núna eða seinna meðan umræðunum stendur. En fullveldið auðvitað er, Stefanía nefndi hérna svona grundvallar skilgreiningarnar. Það er þessi meðal annars þetta hugtak sem að kemur 1648 þegar að við í alþjóðasamskiptunum segjum að fullveldi hafi orðið til. Hérna sá sem ræður ríkjum ræður trúnni, cuius regio eius religio, að yfirvaldið innan hvers ríkis stjórni sínum innanríkismálum, en eins og Bjarni nefndi þá eru völd hvers ríkis völd ríkja mjög mismunandi. Það hafa ekkert öll ríki í raun og veru burði til þess að verjast afskiptum, áhrifum frá öðrum ríkjum og þá er kannski spurningin hvernig er þetta fullveldi fyrir Ísland í reynd í dag? Er það ólíkt því sem það var 1918? Og hvernig höldum við að það muni þróast? Ef við byrja bara að gefa Valgerði orðið. Það er bæði við hliðina á þér og Já, og takk fyrir að vera boðin og takk fyrir inngangserindin. Skilgreiningarnar sem hafa verið farið með hér eru auðvitað allar réttar og það þarf ekkert að deila um það. Það hefur verið hins vegar vakið athygli mína í umræðunum núna upp á síðkastið fullveldið og 1. desember og að hvað fræðimenn leggja mikla áherslu á það að stóri sigurinn hafi verið unnin þá en ekki 1944. Þetta hins vegar þetta held ég að komi til dæmis mörgu ungu fólki svolítið mikið óvart vegna þess hvernig sagan hefur verið skrifið. Þetta hárrétt. En mér finnst þetta hins vegar sýna þessi áhersla sem núna er lögð á einmitt þetta atriði, svolítið sýna hvað það skiptir miklu máli, hvernig sagan er skrifið það, hvernig við lítum á okkur. Og í fyrsta lagi vildi ég nefna þetta. Í öðru lagi að þá finnst mér svolítið eins og þegar fólk talar fullveldi að þá situr það yfir sig svona einhvern hátíðar ljóma og þetta er eitthvað sem ekki má snerta og það eru þuldir langa skilgreiningar fyrir mér því fullveldi bara einfaldlega það að vera frjáls, að ráða sig sjálf. Og krakkar verða þá fullvalda þegar þau eru 18 ára en síðan geta þau ákveðið það að það er erfitt að vera einn og frjáls í heiminum. Hvort sem þú þjóð eða manneski eða eitthvað þannig. Þannig að framsal sem að fólk kalla framsal á fullveldi, mér finnst það liggur alltaf svona fyrir mér að þá sé fólk frekar að höfða til tilfinningafólks heldur en svona rökréttar hugsunar. En þetta ætla ég nú bara að segja svona í byrjun og svo kannski að aftur. Kveikt á þessum. Nú komið þið blessuð og sæl, þakka framsögumunum, ágætt orð. Já, fullveldi er eitt af þessum orðum, stóru hugtökum sem eins og lýðræði, sem að hafa fjölbreytilega merkingu og hafa breyst í tímans rás. Og bara á 20. öldinni, frá 1918 til okkar tíma, þá hefur þjóðarétturinn breyst og hugtækið breyst. Þannig að við ættum að hugsa fullveldis hugtækið sem breytilegt eftir tíma og stað. Núna auðvitað í okkar samtíma erum við mjög upptekin af því að fullveldið sé í hættu vegna stóra alþjóðlegra þróunarferla eins og alþjóðaþróunarinnar og Evrópusamrunans og svo framvegis.
og líka alþjóðlegra samninga og samtaka sem að hafa grafið undan eða tekið hluta af valdheimildum ríkisins í sínar hendur. Þannig að þetta merkir að ekkert ríki í dag fullvalda í sama skilningi og fyrir 100 árum síðan. Og ég held að þetta skiptir okkur miklu máli að við ríghöldum ekki í hugtakið eins og það var skilið 1918. Jafnvel þótt að þessir ágætu menn Bjarni Jónsson og Einar Árnason hafi verið með fremstu lögspekingum síns tíma, jafnvel Bjarni Jónsson. Þannig að fullveldis hugtækið er breytilegt og þróast yfir tíma. Og þið hafið gert ágæta grein fyrir þessu lögfræðilega hugtæki en ef við lítum til annarra fræðigreina og í bara pólitíkinni sjálfri, þá sjáum við að fullveldis hugtækið skilið ólíkum skilningi, bæði í kringum fullveldisheimtina 1918 og bara hversdagslega eins og Valgerður nefnir. Og það er að segja að fullveldið merkir ekki bara það að heimta eða fá pólitískt frelsi, heldur frelsi sem á að nota til ákveðna hluta. Þannig að fullveldið ræðst ekki bara því að fá pólitískt frelsi, heldur hvort þjóð eða pólitískt samfélag getur notað til hagsbóta fyrir þegnana eða borgarna. Og ef það tekst ekki, þá að ræða, misheppnað ríki sem ófullkomið, hefur ekki fullveldi. Þannig að mér finnst að við þurfum að líta líka á ekki bara þessa formlegu skilgreiningu, heldur inntak fullveldisins og ég held að það sé mjög gagnlegt gagnleg framsetning á þessu vandamáli, skilgreiningavandamáli sem að fræðimaðurinn Grimm, þýskur lagaprófessor og fyrrverandi dómari, setti fram að til þess að geta sætt þetta formlega hugtak við raunveruleika samtímans, þá þurfum við aðeins að slaka á þessari gömlu skilgreiningu og viðurkenna að hugtækið ekki eins í dag eins og áður, að við þurfum að gera greinamun á formlegu skilgreiningunni og athafna sviði fullveldisins eða viðfangi fullveldisins sem orðið miklu þrengra en það var fyrir mörgum áratugum síðan vegna þessara alþjóðlegu þróunar sem við vorum að tala áðan. Davíður, við hliðina á þér hljóðnum held ég. Já, þakka fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessari umræðu. Það sem ég ætla að taka upp þráðinn eða þar sem að Bjarni Már skildi við og nokkru leyti líka Guðmundur. Ég ætla aðeins að ég með eina af þessum ritgerðum í þessari bók sem að Bjarni Már nefndi og Guðmundur Jónsson ritstýrði. Sú grein fjallar fullveldi Íslands í samstarfi Evrópuríkja og þar ég auðvitað fyrst og fremst að ræða með samninginn. Og til þess að skýra svona megin punktinn, sko, ég held því fram í greininni að við setjum upp með svolítið úreltan skilning á fullveldinu þegar við erum að fást við samninginn og hvernig við erum að koma honum í framkvæmd á Íslandi. Þetta fullveldishugtak svolítið að þvælast fyrir okkur og ég held að það sé mestu leyti að óþörfu og það sé raunverulega ekkert að óttast. Ég ætla aðeins að taka hérna smá dæmi til þess að skýra þetta og það er þannig að það var fljótlega eftir að samningurinn tók gildi þá reis ágreiningur í tilteknu máli það hvort að Ísland hefði fullnægt skuldbindingum sínum samkvæmt samningnum að innleiða tiltekna gerð. Og það sem gerist það að það kona sem er að starfa hjá fyrirtæki sem verður gjaldþrota og ef EES-reglurnar hefðu verið rétt innleiddar þá hefði hún átt rétt á greiðslum úr ábyrgðasjóði launa. Vegna þess að íslenska ríkið stóð sig ekki í að innleiða þessar reglur með réttum hætti, stjórnskipulegum hætti, þá var henni neitað þessi réttindi. Þessi ágreiningur fór fyrir EFTA-dómstólinn og ein af vörnum íslenska ríkisins var sú, og nú ég aðeins að einfalda þetta fyrir þá sem ekki eru lögfræðingar hérna, hún byggðist á því að ef Ísland væri við þessar aðstæður þvingað til þess að framfylgja reglunum, þá væri verið að tróða á fullveldi ríkisins. Með öðrum orðum, hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir það að íslenska ríkið beitti fyrir sig fullveldisréttindum til að neita eigin borgurum
réttindi samkvæmt EES-samningnum. Þetta svona svolítið leiðarstefið í, þetta svona svolítið stef í þessari umræðu það hvort að að samþykkja tiltekna gerðir fari gegn fullveldisfyrirvörum þeim sem að gert ráð fyrir því að stjórnarskráin byggist á. Megin atriði í þessu, eða minnst kosti mikilvægt atriði sem hefur ekki fengið það vægi í þessar umræðu sem það ætti að hafa, það svo staðreynd að mest af reglunum sem skylt að innleiða samkvæmt EES-samningnum eru til að veita borgurunum réttindi. Það til þess að veita aðgang að sameiginlegum markaði og neyta þeirra réttinda sem þar eru í boði. Það umhugsunarvert ef Íslenska ríkið ætlar að koma í veg fyrir þetta með því að bera fyrir sig fullveldið, vegna þess að maður verður að ætla það að krafan fullveldi í upphafi hafi verið reist á þeirri trú að Íslendingum væri best treystandi til þess að gæta réttinda eigin borgara. Nú allt í einu stöndum við frammi fyrir því og þá höfum við ekki kannski í skilningi okkar eða nálgun á fullveldishugtakið ekki tekið nægilega tillit til þess að þjóðaréttur hefur þróast mjög mikið á 20. öldinni. Þegar að við urðum fullvalda ríki þá var skilningur manna á þjóðarétti sá að hann tæki til samskipta fullvalda ríkja. Það var aldrei spurning það hvort hann hefði bein áhrif á réttarstöðu einstaklinga og lögaðila. Þetta umhverfi hefur breyst mjög mikið og ég get komið kannski af sömu í þeirri þróun síðar, en EES-samningurinn einmitt Evrópusamrunnin fyrst og síðan okkar aðkomu að því í gegnum EES-samningin kannski besta og skýrasta dæmið þetta. Hann snýst réttindi borgara, íslenskra borgara, samkvæmt reglum sem verða til meira og minna fyrir utan landsteinana. Og við þurfum að gæta því að beita ekki fullveldishugtakinu þannig að það komi í veg fyrir að þeir fái notið þessari réttinda. Takk fyrir þetta. Kannski í framhald af þessu, Bjarni og Stefanía, þið fóru svolítið ólíkar áttir með þetta, hvort að í alþjóða skuldbindingum fælist framsal. Hvað þetta ólík sjónarmið og grundvelli fræðilegra nálgunar eða getum við landað einhvers konar sameiginlegum skilningi á þessu? Stefanía, ef þú mætti kannski byrja. Bjarni, myndirðu? Já. Það virkar. Í stjórnmálafræðinni þá fókusin voðalega mikið á ríkið og ríkisvaldið og samskipti borgaranna við ríkisvaldið og hvernig lög og samþykktir og annað slíkt verður til og svo þetta alþjóðlega vinkil ríkisvaldsins. En í stuttu máli má segja að það ekki kannski fullveldishugtakið sem hefur breyst í mínum huga heldur ríkisvaldið. Það hefur breyst mjög mikið á síðustu 100 árum. Ríki 18. og 19. aldar voru ríki fursta og konunga. Það var litið á þau sem nánast persónulega eign þeirra sem þeir gátu ráðstafað með samningum og giftingum og öðru slíku. En með tilkomu lýðræðisins að þá fá borgararnir þátttökurétt í þessu ákvörðunarvaldi og lýðræðisríki að þau gefa sig út fyrir að starfa í umboði borgaranna og þetta umboð sem að valdhafar að sækjast eftir í kosningum verður til þess að valdhafarnir og þeir sem að sækjast eftir að valdhafar eru í samkeppnum atkvæði og þeir hafa í þessari samkeppni þróað tilboðspakka til kjósendana sem að hafa að lokum endað í því að við erum með ríkisvald sem að sinnir ólíklegustu verkefnum, alveg ótrúlega ólíkt því sem að var fyrir 100 árum. Og að því að umfang ríkisvaldsins orðið svo mikið og verkefnin og skildurna sem að lýðræðisríki nútíman standa frammi fyrir, að þá hefur það kallað á auðvitað mjög mikla innanlands uppbyggingu stofnana og regluna og alls konar samskipta vefja og auðvitað samstarfi erlenda aðila. En hérna liggur líka vandinn því að það getur skapast bil á milli væntinga kjósenda og borgaranna
og raunveruleikans sem að veldur togstreitu og jafnvel að fólki finnist, kjósendum finnist að valdhafarnir séu bregðast að þeir standi sig ekki í stykkinu að skaffa það sem þeir höfðu lofað. Jafnvel á einhvern hátt svikið borgarana sem að kallar þá á þróun alls konar andstöðu sem í versta falli getur auðvitað leitt til borgaralegar byltingar þó að þær séu mjög náttúrulega fátíðar í lýðræðisríkjum. En allavega upprisu svona öfgaafla og hittir það að ef að fólk fær á tilfinninguna að vilji almennings innanlands ráði engu þróun samfélagsins eða litlu að ákvarðanir séu teknar utanfrá, þá veldur það líka rofi sem að getur orðið til þess að það verður allavega pólitísk ólga og ég geti haldið áfram. Þannig í mínum huga spurningin ekki það hvort að fullveldishugtakið hafi breyst. Ég held að það sé nokkurn veginn það sama. Það að segja að fullveldi felur í sig aðgöngumiða alþjóðasamfélaginu og getuna til að halda upp í stjórn innanlands. Heldur hitt að ríkisvaldið í nútímanum, það svo gjör ólíkt því sem áður var. Að endingu, þá langar mig að nefna að við kannski sem erum stöndum í stafni í kennslu í stjórnmálafræði og öðru, við erum að leggja áherslu á 1918 vegna þess að við stöndum frammi fyrir því að það eru svo margir eins og Valgerður benti á sem að vita ekki, þeir vita ekki hvað gerist 1918. 1944 stofnun lýðveldis var auðvitað líka mjög mikilvægt og það að við urðum lýðveldi. En það kallaði minni breytingar heldur breytingin sem var 1918. Bjarni. Kannski nefni fyrst að kannski bregðast hans við er það í lagi? Já. Að þessi hugmyndum ytra fullveldi sem ég lýsti þetta er raunveru svo hugmynd sem ríkjandi í dag. Hún bara nær 100 ára aftur í tímann. Kannski sést einna best í dómsmáli frá 2011 sem Bandaríkin, Mexíkó og ESB höfðu gegn Kína í svoköldu hrávörumáli. Það fór fyrir kerfið fyrir innan alþjóða viðskiptastofnunar hvernig leystur úr deilum og þar komist að þeirri niðurstöðu að aðild að samningunum alþjóða viðskiptastofnunum sé ekki í ósamræmi við fullveldi ríkja. Heldur að því bara það er hluta fullveldinu að gera aðili að þjóðréttarsamningi. Og þarna er þetta þá samningur risavaxna alþjóðastofnun. Það er eitt sem langar að nefna sem eiginlega aldrei nefnt. Ég hef tækifærið og ætla að nefna þetta. Ég nefndi þetta við nemendum mínu. Það er að ein helsta breytingin á fullveldishugtakinu, þá innra fullveldinu, innreið svokallað jus cogens regluna í þjóðarétti. Það ríki get ekki gert hvað sem þetta dettur í hug. Þau eru bundin af svona náttúruréttar hugmyndum að það megi til dæmis ekki fremja þjóðamorð, sjórán eru bönnuð og það eru svona hugmyndir. Og það er kannski ein mesta breytingin á þessu lögfræðilega fullveldishugtaki. En svo í svarinu því sem ég átti að svara, þá held ég oft að mismunandi fræðigreinar sé ekkert að tala sömu hlutina. Ég held að það sé oft vandamálið að fólk nálgast þetta frá einhverjum öðrum forsendum og þar af leiðandi verður alls konar ruglingur. Ég tek oft eitt dæmi, ég las grein á síðasta árið þar sem að það var einhver náungi sem vildi lækka virðisaukaskatt á bókum og fannst að vera í samræmi við þá fullveldi Íslands og það ætti afmæli. En þá segir maður reynið að segja tæfunum það að lækka bara virðisaukaskatt á bókum og þá munið þau kannski öðlast fullveldi og Kína bara sleppi takinu. Þannig þetta kannski svona, fólk kannski að tala mismunandi hluti. Og ég held að það sé, og ég held kannski að það niðurstaðan sé að okay, það hann eitthvað lögfræðilegt hugtak sem dómstólar beita og ríki í sínum samskiptum. En svo kannski eru aðrir sem líta á þetta með miklu svona víðfeðmari hætti. Þessi menningalegt fullveldi, það eitthvað sem rúmast ekkit innan í þessari þjóðréttarlegu skilgreiningu á fullveldi. Það væri allan mjög erfitt að tróða þarna inn undir þann hatt. Efnahagslegt fullveldi, þetta er svona
verður kannski bara að skilgreina nákvæmlega hvað átt við og það er náttúrulega aldrei nokkuð tíma gert í þjóðfélagsumræðinni þegar fullveldishugtakið er slengt fram. Fullveldi þetta, fullveldi hitt, þetta er móti fullveldinu og nei, þetta er algjörlega samræðin fullveldið og þetta er eiginlega svona sko. Þannig að ég held bara áfram að ég held bara kannski verið bara meira óreiða hérna í hugtakaskilgreiningum. Það er kannski Takk fyrir þetta. Valgerður, má ég biðja þig að aðeins, nú kemur þú úr stjórnmálunum, hvernig lítið þið á það hvort að þið og löggjafarvaldið ein grundvallar forsenda þess að vera fullvalda ríki, það er að geta sett lög í landinu. Hvernig lítur þú á þetta hvort að þessi framsal í því að gera alþjóðasamninga eða vera sett undir alþjóðasamninga? Já, þetta er nú náttúrulega Davíð Þór kemur akkurat inn á það efni sem að sko fullveldi hefur helst verið talað fullveldi hér á landi þannig til við áttuðum okkur þannig til að þetta fer í gang núna hérna að minnast svona vel 100 ára fullveldis að þá hefur yfirleitt ekki verið talað fullveldi á Íslandi nema í sambandi við Evrópusamvinnuna og hvort að menn sé að láta frá sér fullveldi eða ekki í þeim umræðum. Nú, mér fannst Davíð Þór komið mjög svona skemmtilega, ef ég má nota það orð, hlið á því mitt að ég meina, er það að afsala sér er það fullveldis afsal að neita borgurum einhver réttindi sem að samkvæmt samningum sem hafa verið gerðir gilda, er það fullveldis framsal. En sko það er akkurat þetta, við höfum sko fest okkur í því að sem sagt andstæðingar þess að fara til dæmis í nánari Evrópusamvinnu, nota fullveldis hugtakið og svo höfum við náttúrulega líka brugðist að því leyti sem að skiptir mjög miklu máli að þegar að EES-samningurinn er gerður að þá voru margir sem héldu því fram að það væri ekki hægt gagnvart stjórnarskránni og það er náttúrulega okkar grunnlög sem við höfum sett okkur sjálf. Menn brugðu þá á það ráð að fá 4 vitra lögfræðinga til að taka saman álit það og þeir komist að þeirri niðurstöðu. Nei, þetta bryti ekki gegn stjórnarskránni. Síðan hafa menn komið og haldið fram að þegar við höldum áfram að innleiða og höldum á og þetta verður svona að venju að bara taka yfir öll þessi lög og reglugerðir sem við tökum frá Evrópu að þá verði þá sé komið að þann mörkum stjórnarskrárinnar og ég er sammála því og ég held að það sé ég hef ekki heyrt neitt mótmæli því að við séum þarna alveg svona á brúninni að brjóta stjórnarskrána og það megum við náttúrulega ekki gera, við megum ekki brjóta okkar eigin lög og þess vegna höfum við brugðist með því að uppfæra ekki stjórnarskrána þannig að við vitum með hvaða hætti og hvernig við getum haldið áfram að taka þátt í þessu alþjóða samstarfi. Og við skulum líka átta okkur á því að margt og mjög margt, hugsið ykkur til dæmis það að sko menn klæddu sig í gamlu sparifutin og fóru að leita sér að vinnu niður á Höfn af því að það voru ekki skaffaði vinnugallar. Vinnugallar koma inn með EES-samningunum, öryggi á vinnustöðum, hlífðarglerugu, allt þetta að vinnuveitandinn skuli skapa þetta, það kemur með EES-samningnum. Og ég nú svo ætla nú bara að láta þá svona vankunnáttu mína eða vanhugsun, það var frekar það sem var, að þegar ég áttaði mig á því daginn þegar að ég var að horfa á sjónvarpsþættina sögu Danmerkur, að auðvitað fengu konur og menn aukin kosningarétt ekki fyrir atbeina okkar, heldur vegna þess að þetta var samþykkt í Danmörku og þá kom það hér leið. Þannig að það er ekkert nýtt eða ekki nýtt eða gamalt að við eigum ekki að vera hrædd við útlönd en við þurfum að passa okkur á því að okkar eigin lög séu þannig og garði gerð að þau leyfa okkur það sem við erum að gera. Takk fyrir þetta og tengir ágætlega inn í það sem ég var að hugsa næstu spurningu. Mér langar aftur að ítreka
ef fólk hefur spurningar í salnum þá núna góður tími. Já, ég sé þarna eina. Ætlaði að hlaupa með mikrofónin. Já, gjöru svo vel og ég bið fyrirspyrjendur að kynna sig og tala í mikrofónin svo að það náist líka inn á útsendinguna. Þorsteinn Pálsson heiti ég. Nú stendur þannig á í okkar þjóðfélagi að það ekki meiri hluti á Alþingi til þess að leggja fyrir Alþingi tillögu að innleiða evrópskar réttarreglur á orkumarkaði, sérstaklega neytendavernd. 1918 urðu miklar deilur sambandslögin á Alþingi, meðal annars vegna þess að í þeim gáfum við Dönum fjárfestingarfrelsi í fallvötnum með algjörlega ótakmörkuðum hætti og 2 þingmenn greiddu atkvæði á móti fullveldisslögunum af því að þeir töldu að vegna þessa framsals til Dana værum við í raun og veru að koma í veg fyrir að Ísland yrði fullvalda þjóð. Mér sýnist að ef meirihlutinn árið 1918 hefði hugsað eins og meirihlutinn núna, þá hefði sambandslega samningurinn aldrei verið lagður fyrir þingið, menn hefðu sagt það eru svo mörg álitamál að við getum ekki lagt hann fyrir þingið. Spurning mín til ykkar sú, ekki nokkuð áhyggjuefni á 21. öld að sjónarhorn meirihluta Alþingis og væntanlega þjóðarinnar gagnvart fullveldi og samvinnu við önnur ríki sé svona miklu þrengra nú en fyrir 100 árum. Takk fyrir þetta og ég langar kannski að bæta aðeins við vegna þess að nú fer að styttast í tímanum og þá kannski svona undirliggjandi í þessu spurningin sem að við mannrétt Guðmundur og þú ávarpar aðeins í þínum kafla í bókinni sem Bjarni nefndi, Frjálst og fullvalda ríki. Það fyrir hvern eru gæði landsins og sem auðvitað svona var grundvallar þáttur í þessu sambandslega ferli að hér voru lífsgæði að aukast og Íslendingar töldu kannski að þeir áttu sjálfir að njóta góðs af þeim lífskjara bótum. Má ég beða þig að byrja, Guðmundur? Já, kannski frekar þetta sögulega en samtímilega. Ég skal gera það. Sko, það mitt þessi punktur sem að ég að hamra dálítið á að fullveldið var skilið talsvert víðum skilningi, bæði stjórnmálamönnum og almenningi það leyti sem við fáum fullveldi. Og það var mjög hugstætt mönnum á þeim tíma að fullveldi væri ekki bara pólitískt frelsi, heldur frelsi sem ætti að notast til uppbyggingar og framfara í landinu. Og eitt megin verkefnið þarna á komandi árunum eftir 1918 var að tryggja landsmönnum yfirráð yfir gögnum og gæðum landsins. Jafnréttis ákvæði sambandslagana tryggði Dönum jafna stöðu og Íslendingum, þannig að þeir hefðu svona fræðilega séð minnst ókvæsti haft mikla möguleika á að byggja upp, fjárfesta, koma sér fyrir í atvinnulífi eins og Íslendingar. En menn töldu þá, þeir sem að stóðu fyrir sambandslögunum voru helstu talsmenn þeirra, þeir töldu að jafnvel þrátt fyrir þetta jafnréttis ákvæði, þá hefðu Íslendingar möguleika á að takmarka þetta jafnréttis ákvæði, áhrif þeirra með því einmitt að setja í alls konar lög skilyrði búsetu í landinu. Og það gerðu þeir í mörgum lagasetningum þarna á næstu árum og svo mjög að Danir voru eiginlega bara alveg útilokkaðir þrátt fyrir jafnréttis ákvæði. Og 1930 þá bara búa Íslendingar einir að þessu landi og alveg fram að EES þá voru sem sagt fjárfestingar útlendinga í atvinnuvegum bannaður eða takmarkaður mjög og eignaréttur á landi og jörðum, hann var líka takmarkaður og svo framvegis og framvegis. En sem sagt ég legg áherslu á að á þessum tíma þá hafi menn haft mjög svona víðan skilning á þessu að fullveldis hugtakið samofið hugmyndum gæðin sem að ríkið á að veita borgurunum.
eða stenst ekki þær væntingar þá ekki að ræða fullvalda ríki. Tengist dálítið því sem Valgerður er að segja. Takk fyrir þetta. Davíð, gjörðu svo vel. Já, ég myndi vilja aðeins koma inn á það sem að Þorsteinn Pálsson var að ræða. Það er mjög áhugavert og mjög relevant í þessari umræðu. Svo ef við horfum aðeins á það hvernig við höfum hanterað þessi framsalsmál varðandi EES-samningin, og ég hjartanlega sammála Bjarna Má að við höfum ekki að vera að tala fullveldi þar, við höfum að tala bara heimildir til þess að deila ríkisvaldi með alþjóðastofnunum með eitthvað slíkt. Þá erum við tekin út úr þessu tilfinningarlagna hugtaki sem að sumpart það er fullveldið. En það sem þessi umræða þriðja orkupakkan, og ég ætla ekki að fara að skera úr það hér hvort að hann er andstæður stjórnarskránni. Ég hygg að svo sé ekki, en það blandast þarna svolítið saman stjórnmálinn, þar að segja pólitísk ákvörðun það hvort að menn ætla að taka þetta yfir eða reyna að streitast á móti og reyna að fá undanþágur og svo framvegis, og svo hitt hvort að það samræmi stjórnarskránni. Við erum endurtekið í sama hjólfarinu, við erum alltaf að spóla í sama farinu. Fyrst þegar að EES-samningurinn var innleiddur og síðan þegar að hafa komið reglulega til nýjar gerðir, þar sem að hafa vaknað spurningar stjórnarskrána, og þá hefur verið hringt upp í háskóla og kallað einhverja fræðimenn og undirritaður einn af þeim sem hefur komið að svona vinnu. Og þá eru skrifaðar álitsgerðir, já, þetta sleppur núna í þetta skiptið og svo framvegis, og þeir sem að raunverulega bera ábyrgðina á ákvörðunum sem eru stjórnmálamennirnir og þingmennirnir, þeir skáka í þessu skjólni á fræðimennirnir, þarna Davíð Þór og einhverjum fleiri, svo þetta var í lagi. En í rauninni er vandi okkar sá að meðan við höfum ekkert ákvæði í stjórnarskráni sem segir okkur hvernig á að gera þetta, þá er þetta bara að leka út með þessum hætti. Þá verðum við bara að taka þennan slag í hvert og eitt skipti og skoða þetta og svo framvegis. Og það er grundvallar miskilningur á ferðinu þessa hugmynd það hvort þeir að setja svona framsalsákvæði í stjórnarskrána að því leyti að menn sjá það fyrst og fremst sem heimild til þess að framselja ríkisvald. Þetta er algjörlega rangt, vegna þess að einfaldur meirihluti Alþingis hefur heimild til að gera þetta og hefur gert það margoft. Hann vísur skákar hitt í skjóluna, hann hafi kvittun frá fræðimönnunum og háskólanum að þeir geti gert þetta svona, en í grunninn er fylgt þeirri reglu hér að við erum að deila þessum valdheimildum ríkisins til alþjóðlegra stofnana með einföldum meirihluta á Alþingi. Þriðji orkupakkin er dæmið þetta. Ég segi þá, jú, það er hægt að gera þetta vegna þess að þetta er í samræmi við okkar hefð. Ef við viljum passa betur upp á fullveldið okkar, þá er að hafa ákvæði í stjórnarskráni sem setur þessu einhverjar skorður sem engar eru núna, nema þær sem eru til í kollinum á fræðimönnunum upp í háskóla. Þetta er raunveruleikinn. Þessu er öllu snúið á haus, endurtekið í þessar umræðu. Sem sagt, svar mitt við spurningu Þorsteins er, já, við getum tekið inn þessa gerð, þriðja orkupakkan, með einföldum meirihluta á Alþingi, vegna þess að það er ekkert ákvæði í stjórnarskrána sem kemur í veg fyrir það. Takk fyrir. Stefanía, vilt þú bregðast við? Kannski bara svona sögulega að sé að ég mitt að benda það sem Guðmundur var að segja að þarna uppalega þá var höfðu menn áhyggjur af þessu jafnréttisákvæði sem að væri sambandslagasamningnum, en sáu fljótlega eða kannski bara strax leið út úr því með því að setja búsetu skilyrði. Annað sem að var augljóslega bagalegt en þó tilvinnandi var það að Ísland var ekki með meðferð utanríkismála á eigin hendi til að byrja með allavega. En hvað þýddi það? Jú, það þýddi að utanríkisþjónustan var á hendi Dana en alþjóðlegar skuldbindingar voru þetta bara á hendi Íslendinga. Íslendinga fóru þó smá saman að feta sig inn á þessa braut að byggja upp utanríkisviðskipti á eigin forsendum og svo framvegis. Landhelgisgæslan var annað sem að vera í höndum Dana en þeir þóttu standa svo slælega að henni að það var farið í gang að reyna að kaupa skip og gera ýmislegt, þannig að menn tóku þessu feginshendi þegar Danir á endanum sögðu já við fullveldis ákvæðinu í sambandslögunum og eiginlega einsettu sér að vinna áfram til frekara sjálfstæðis, og hugtakið sjálfstæði hefur verið svo ríkt í hugum Íslendinga. Ekki endilega fullveldi var auðvitað mikilvægt því að það var þessi aðgöngumiði og
En þetta með sjálfstæði til viðbótar, það var einmitt að tryggja betri lífsgæði fyrir Íslendinga á forsendum Íslendinga. Og það hafa verið farnar margar leiðir og skoðanir skiptar. Takk fyrir. Bjarni, vilt þú bregðast við? Bara taka undir með Davíð Þór með stjórnarskrárákvæði. Það er hið raunverulega verkefni. Það er oft verið að tala fram og tilbaka fullveldis framsal og ég ætlum bara að segja það oft á tíðum svo umræða algjör della. Þegar fókusin ætti að vera hvort þetta sé í samræmi við stjórnarskrána og það vantar hreinlega svona ákvæði og þetta er bara alveg hárétt hjá Davíð að ef það er ekki svona ákvæði þá lekur þetta bara allt út og þetta er öllu snúið á haus. Og sem svara spurningunni frá Þorsteini þá bara já við þetta, sko ég hef ágjör af þessu að þessi skilningur virðist alltaf vera að þrengjast og fjarlægjast eins sko viðteknum skoðunum í þjóðarétti, sérstaklega varðandi ytri hliðina. Og það er mjög merkilegt sko að bara hreinlega opna kennslubækur í þjóðarétti og skoða fyrstu blaðsíðurnar þar sem þetta er svona útskýrt. Hvernig fullveldi virkar og hvernig það er í þjóðarétti og þetta sé búið að vera svona síðan 1923 og svo fer maður og les eitthvað á internetinu og það er verið að segja eitthvað alveg þveröfugt. Þannig að þetta er alltaf mjög áhugavert og eiginlega mjög, það verið sko áhugaverð rannsóknarspurning að komast að sko hvað gerðist? Af hverju, hvenær byrjar þetta hugtak að þrengjast svona? Og það er hljóðis í fjórmenninga álitinu sem var nefnt frá 1992 og það er bara verið að skoða hvort að EES-samningurinn sé sko í andstöðu við stjórnarskrána. Það er ein setning þar sem svona er eitthvað að þessu ytri hliðina, þar sem segir að jú, vissulega geti ríki gert samninga í þjóðarétti. Svo bara er ekkert meir. Það er bara endar umfjöllun og svo er fókusin allur á stjórnarskrána. Það er eitthvað sem mætti hafa í huga þegar þetta fjórmenningaálit er dregið upp. Má ég bara spyrja? Í hljóðunum að fyrir ekki. Nei, ég er búin. Hvað með NATO? Ég ætla bara aðeins að fá að því þetta er mjög áhugavert. Þetta gerist alltaf alveg enn út á tíma. Örstutt. Já, bara örstutt vegna þess að þessi umræða fór á flug bara með samningnum en atburðir í sögu, það voru atburðir í okkar sögu sem gafu eiginlega miklu ríkara tilefni til þess að fara í þessu umræðu, meðal annars Keflavíkursamningurinn og svo ég nefni augljósdæmi, það er það til dæmis með ákvarðanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og ýmislegt svona fleira sem í rauninni snertir kjarnan í fullveldinu miklu meira heldur en þessi endalausa umræða það hvort að íslenski borgarar geti fengið notið sinna réttinda samkvæmt EES-samningnum óáreittir. Það dúkkar allt í einu upp sem eitthvað meiri háttar vandamál, stjórnskipulegt vandamál sem hefur verið blásið út algjörlega úr öllum hlutöldum. Takk fyrir. Valgerður, má ég beða þig að með örstutt viðbrögð við þessari spurningu og umræðinni? Já. Jú, ég hef vissulega áhyggjur af þessari þröngsýningunni og ég hef áhyggjur af miklu fleiri þröngsýni sem kemur fram á Alþingi, ekki bara í þessu dæmi. Stutt og laggott og við erum akkúrat á tíma að blikka með ljósin hérna. Loka punktarnir sem að komu Keflavíkursamninginn og aðild að Atlantshafsbandalaginu treysti ég að koma upp hérna í seinni málstofunum sem að snúa meira að þjóðaröryggishugtakinu en góðar ráðstefnur byggja á því að fólk fái kaffi og með því. Þannig að núna er kaffihlé og frammi bíða þjóðlegar veitingar eins og Þórunn lofaði okkur. Ég þakka kærlega fyrir bæði ykkur sem að voru með erindi og innlegg og ykkur fyrir að hlusta. Takk.